Herra forseti. Spurningar mínar snúa að þeirri nýlegu ákvörðun hæstv. ráðherra að flytja starfsnám garðyrkju frá Landbúnaðarháskólanum undir Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þær snúa að því hvernig sú færsla gangi og hvort þess sé tryggilega gætt að náið og gott samráð sé haft við Garðyrkjuskólann á Reykjum. Svo virðist sem einhugur sé að efla og stórefla innlenda framleiðslu í garðyrkju og landbúnaði, ekki hvað síst í því ástandi sem við höfum verið að ganga í gegnum að undanförnu. Á sama tíma er ánægjulegt að fá fréttir af því að garðyrkjan á landinu sé í miklum uppgangi, sannur vaxtarbroddur atvinnulífs og sjálfbærni. Garðyrkjuskólinn hefur í áratugi verið sannkallað stolt Hveragerðis og Ölfuss og Suðurlands alls. Svo var einnig með íþróttakennaraskólann á Laugarvatni. Við þekkjum afdrif hans og því er það ekki að ástæðulausu sem fólk á Suðurlandi hafi áhyggjur af framtíð garðyrkjunámsins á Reykjum. Garðyrkjuskólinn á ekki skilið að lenda á hrakhólum. Slíkt er mikilvægi námsins, starf skólans og saga hans. Og ég vil spyrja hæstv. ráðherra: Er hæstv. ráðherra tilbúinn til að tryggja framtíð starfsmenntanáms í garðyrkju á Íslandi með því að fela garðyrkjunáminu umsjón og staðarhald á Reykjum í virkri samvinnu og samráði við forsvarsmenn atvinnulífs garðyrkjunnar og starfsfólk og nemendur á staðnum og í sérstökum tengslum við Fjölbrautaskóla Suðurlands? Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir hennar svör. Hún svaraði reyndar ekki minni spurningu alfarið það hvort hæstv. ráðherra væri tilbúinn til að skoða þennan möguleika að garðyrkjunáminu yrði falið umsjón og staðarhald á Reykjum í samvinnu við atvinnulífið. Hún svaraði þeirri spurningu ekki. Ég legg áherslu á að skólinn verði fagskóli fyrir allt landið í samráði við fagfélögin og atvinnulífið og fái að halda aðstöðu sinni að Reykjum. Ég fer fram á að hæstv. ráðherra svari þessari spurningu hvort hún sé tilbúin til þessa. Það er afar mikilvægt að hér takist vel til svo garðyrkjunáminu verði sköpuð örugg framtíð í nánum tengslum við atvinnugreinar garðyrkjunnar sem eru í miklum og örum vexti. Ráðherra heldur hér svo sannarlega fjöregg garðyrkjunnar. Það er mikilvægt að vel takist til. Það má ekki gerast að einhverjir hlutar Reykjatorfunnar fari undan garðyrkjunáminu. Það er vísasta leiðin til að námið liðist í sundur.